Pétur Gunnarsson. Já, góði félagar. Það sambandi við 7. greinina, breytingartillöguna. Og það gert ráð fyrir því að Hæstiréttur verið skipaður þannig að auk 7 dómara í Hæstarétti sitja þar 8 menn valdir af Alþingi. Þeir geta ýmist verið væntanlega löglærðir eða ekki. Spurningin kannski, hvert markmiðið? Markmiðið að þarna komi fram einhver ný og önnur sjónarmið, einhver heimspekileg réttlæti sjónarmið og rök? Því auðvitað eru náttúrulega dómarar í embættisstörfum sínum bundnir af því að fara eftir lögum, einungis eftir lögum. Þannig þetta einhver tilraun til þess að það komi inn í dóminn kannski önnur sjónarmið? Því að ofta það nú þannig að lögin og réttlætið fara nú ekki saman og þá í raun og veru það þannig að lögin ganga fyrir og spurningin það að þetta kannski sjónarmið? Því þetta geti valdið alls konar vandamálum. Ef að til dæmis að væri þarna 8 einstaklingar sem að hefðu svona ákveðnar, heimspekilegar hugmyndir eðli og gildi laga og stjórnarskrár sem væri raun og veru ekki í samræmi við lög eins og þau eru túlkuð á hefðbundnan hátt. Ég bara varpa þessu fram, hvort þetta getur verið vandamál. Við þekkjum þetta í sambandi við úrlausnir og meðferð mála í Hæstarétti Bandaríkjanna. Það hefur verið mikill ágreiningur um það hvernig lög hafa verið túlkuð og þá koma inn einstaklingar sem eru svona að leggja áherslu á kannski ekki lagaleg sjónarmið í svona hefðbundnum skilningi. Þannig ég ætla bara að varpa því fram. Vegna þess að ég heyrði það hjá varaformanni siðanefndarinnar, eða ég kannski held ég að hafa heyrt það rétt, að þegar hún sagði að þetta væri, með annars tilgangurinn væri sá að það væri ekki eingöngu lagaleg sjónarmið sem að heyrðust þá í þessum útvíkkaða Hæstarétti. En þetta svona svipað fyrirkomulag og skipað í landsdóm, sýnist mér. Þannig verið að færa þetta þangað. En ég vildi bara benda á þetta atriði og kannski fengi einhverjar skýringar á því hvernig menn hugsa þetta sérstaklega.